Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá ykkur. Takk fyrir. Hefur ekki rísa á fætur og lofa Drottinn saman. Hann góður. Við góðan Guð. Fyrir okkur, hann með okkur og hann kemur okkur í gegn. Halleluja! Hversu magnað! Ha? Finnst ykkur það ekki magnað?
Við þurfum ekki að ganga ein í gegnum einhverja dali, í gegnum einhverja erfiðleika. Því hann alltaf með þér. Halleluja. Takk Jesus. You brought me from darkness and clothed me in garments of praise. Jesus, forever my song will be you. I'm living in freedom. You've taken my burdens away. Jesus, forever my song will be you, only for you. For the cross that you bore and the death that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. I will not be silent. I'll testify of your grace. Jesus, forever my song will be you, only for you. For the cross that you bore and the death that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. So good, so good, so good to me. Forever I sing, you're so good to me. So good, so good, you're so good to me. Forever I sing, you're so good to me. For the cross that you bore and the death that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing, for the price that you bore and the death that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. Jesus, the reason I sing. Jesus, the reason I sing. Halleluja. Takk Jesus. Halleluja, far. Halleluja. Nú ætla krakkarnir að fara fram í krakkakirkju með Kristínu og Matta. Halda áfram með sína stund þar. Halleluja. Þér sé lof drottningu, lofa sé þitt nafn. Leið
mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leið mér að tigna þig. Sólin rís, dagur nýr samin, ég syng þá lofsöng þinn á ný, og hvað svo sem gerist á göngu þennan daginn, gef mér að syngja það til róðna sín. Ég sé lofdrottningu lofa sér finna, leið mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leið mér að tigna þig. Þín ást rík, þú sittir einnig, þín rausn mikil, þú elskar mig, gæsku þína vil ég glaður syngja. Þú gafst mér ástæðu að lofa þig. Ég sé lofdrottningu lofa sér finna, leið mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leið mér að tigna þig. Daginn þann ég megni meira, markið nálgast endar auð, syng ég þig hjartans lof má heyra. Í himni Guðsum megin þín ég Ég sé lofdrottningu lofa sér finna, leið mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leið mér að tigna þig. Ég sé lofdrottningu lofa sér finna, leið mér að tigna þig, syngja lofsöng til þín, lofa þig, leið mér að tigna þig, leið mér að tigna þig, leið mér að tigna þig. Syngja lofsöng til þín, lofa þig, leið mér að tigna þig, leið mér að tigna þig.
verður þess að vera lofaður, Faðir. Halleluja, Jesús. Takk, Drottning. Thank
Halleluja. 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 Sýndu mér að elska eins og þú elskar, Faðir. Það stendur í Matteus á Guðspjalli, 5. kafla frá 13. versi. Þér eru saltjarðar. Ef saltið dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleygja því og tróða því undir fótum. Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæliker heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið þar meðal mannanna að þeir sjáu góð verkið þar og vexa með föður yðar sem er á himnum. Amen. Hálfdan var að tala síðasta sunnudag áhrifavalda og að Jesús Kristur væri mesti áhrifavaldur allra tíma. Við vorum að tala það í heimahópnum núna í vikunni kærleikan og hvernig við getum verið þetta ljós sem hann segir okkur að vera. Við þurfum að stíga út á það. Við þurfum að sýna það með verkum okkar. Og það var svo dásamlegt að heyra í einni í hópnum sem var stödd niður á spítala og þurfti að bíða þar og Guð banka á hjarta hennar. Og hún vissi að hún þurfti að tala við einhverja einstaklinga þarna inni. Hún vissi ekkert hvernig hún átti að gera það, hún vissi ekkert hvernig hún átti að byrja, en hún gerði það. Og hún byrjaði að tala við fólkið sem að beið á biðstofunni niður á spítala eða á læknavaktinni þar sem hún var. Og eitt leiddi af öðru, þar til að hún mætti þar dreng sem að sagði í öðru hverju orði, mig langar að enda líf mitt núna. Vitið að svona getum við verið vitnisburður með því að stíga út á það sem að Guð segir okkur að gera. Við erum ljós heimsins, við erum vitnisburður. Við gerum ekki vitnisburður nema við stígum út á það sem að Guð segir okkur að gera og sýna í kærleika með því að stíga út á það. Vefjum hvort annað, teygjum okkur til hvors annars. Að því að það er fólk hérna úti sem þarf á þér að halda og við þurfum á hvort öðru að halda. Og það er svo mikið af fólki sem þarf á Guði að halda. Allir þeir sem eru úti. Og við þurfum ekki annað en að opna frétta miðlana þessa dagana. Það er sorg og það er þungi. Það er ofboðslega mikið þungi yfir þjóðin okkar í dag og mikið slys og já, þið þekkið þetta. Það er fólk sem þarf á þér að halda, þinni bæn að halda og þinni rödd að halda. Þannig að við erum þetta ljós sem að Guð segir okkur vera og við skulum rísa á fætur og við skulum biðja fyrir bænarefnum sem eru á okkar hjarta og við skulum biðja fyrir þeim fólki sem er hérna úti og biðjum Guð að gefa okkur hugrekki til að stíga út á það og vera þetta ljós sem hann segir. Að vera þessi vitnisburður sem við eigum að vera. Amen. Heilagi Faðir minn, ég þakka þér fyrir það að vera samankomin hér í dag, Drottinn minn. Faðir minn, við bara leggjum eitt og sérhvert bænarefni fram fyrir þig, Drottinn minn. Þú þekkir allt það sem í gangi er búið að vera síðustu daga, þess að mikinn þunga og sorg og ángist sem er í þjóðfélaginu okkar, Drottinn minn. Faðir minn, við bara leggjum þessa einstaklinga fram fyrir þig, Drottinn minn. Faðir minn, við biðjum lausn og lækningu, Drottinn minn. Faðir minn, við biðjum þinn himneska frið, elsku Faðir minn. Elsku Faðir. Og ég bið þess, Drottinn minn, að þú gefur okkur hugrekki til þess að vera það ljós sem við eigum að vera. Faðir minn, gefðu okkur rödd sem að mælir inn í þessar kringumstæður, Drottinn minn. Gefðu okkur visku, Drottinn minn, til að stíga inn og vera sá vitnisburður sem að þú segir og eigir að sá sem við eigum að vera, Drottinn minn. Heilagi Faðir minn. Ó, Jesús. Faðir minn, bara gefðu okkur þinn himneska frið, Drottinn minn. Gefðu okkur þína djörfung, elsku Faðir minn. Ó, bara shikiri andaralarja. Faðir minn og Guð, við bara biðjum þig og meira af þér, Drottinn minn. Faðir minn, gerðu okkur sterkari í dag en í gær, Drottinn minn. Faðir minn, við þráum bara meira af þér, elsku Drottinn. Meira af þér og meira af þér, Drottinn minn. Að við megum vera þetta ljós hvert sem við förum, Drottinn minn. Að þú megi vera okkar mesti áhrifavaldur og við megum fylgja þér í öllum kringumstæðum, Drottinn. Heilagi himneski Faðir minn. Og Faðir minn, ég bara biðja
Ég bið fyrir Hálfdáni þegar hann talar út þitt orð hér í dag, Drottinn minn. Ég bið þess að orðið megi bara tala til okkar og þú megi móta okkur og þegar við göngum hér út í dag megi við vera breytt af því að við höfum stefnumót við þig og þú snertir við hjörtum okkar í dag, Drottinn. Faðir minn og Guð, viltu bara mæta okkur í dag sem aldrei fyrr, Drottinn. Takk, elsku Faðir. Takk, elsku Drottinn, fyrir þína nærveru hér í dag. Í Jesú hægilega nafni. Amen. Við skulum halda áfram að lofa Guð áður en Hálfdán kemur og tala til okkar. Amen. Amen.
Jesús, takk Jesús. Halleluja, halleluja, drottning Guð. Halleluja, heilaði Faðir, við bara komum fram fyrir því í dag, drottning Guð. Þökkum við fyrir þína nærveru og þú ert hér, drottning. Við þökkum við fyrir að þú vilt starfa hér í dag, að þú vilt snerta við hjörtum okkar, þú vilt tala inn í líf okkur í dag, Faðir. Faðir, ég bara legg það orð sem þú hefur lagt á mitt hjarta í dag, drottning Guð, í þínar hendur, Faðir. Ég bið að smyrja varir mínar, að mig tala út þitt orð, að þitt orð, drottning Guð, megi ganga út, þegar þitt orð er beittar að hverju tvíkið sverði, drottning. Halleluja, Faðir, takk Jesús. Halleluja, amen. Afskaplega gott að sjá ykkur í dag. Já, takk. Það er gott að þetta næri einu áttina. Þakka ykkur fyrir. Ég er búin að bíða eftir þessu alla vikuna. Að einhverjum þykir gott að sjá mig. Nei, það er gott að sjá ykkur. Það er gott að koma saman í kirkju og lofa Guð. Amen. Halleluja, hjartalega velkomin í veginn í dag. Fyrir 2000 árum síðan þá ólst fólk upp við að heyra orðin auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, líf fyrir líf. Að ef þú gerir eitthvað á minn hlut, þá má ég borga þér í sömu mynd. Og það þýðir að við endurgjöldum einhverjum á sama hátt og hann kemur fram við okkur. Takk. Til dæmis með því að við hegðum okkur eins og viðkomandi hegða sér við okkur, að við gerum það sama með hann. Hann var nú alltaf að baktala mig, svo ég borgaði hann bara í sömu mynd og sagði öðrum frá því sem hann hefði gert. Já, þau reyndu að svindla á okkur en við borguðum bara í sömu mynd. Hún var alltaf að hunsa skilaboðin mín, svo ég borgaði bara í sömu mynd og hætti að svara hennar skilaboðum. Yfirmaðurinn minn sýndi mér enga virðingu. Svo þegar hann bað mig greiða, og borgaði í sömu mynd og neitaði. Og vinur minn, hann hætti alltaf við á síðustu stundu þegar við ætlum að hittast. Svo ég borgaði hann bara í sömu mynd og mætti ekki þegar við ætlum að hittast. En þetta verður okkur svo eðlislægt og við réttlætum það. Af því að hann eða hún þarf nú að finna á eigin skinni fyrir sinni eigin hegðun. Og fyrir 2000 árum síðan þá var þetta innprentaði fólk. Þetta er það sem fólk lærði, þetta er það sem fólk ólst upp við, þetta voru venjurnar. En þá stígur Jesús fram og hann segir, þér hafið heyrt auga fyrir auga og tönn fyrir tönn. Þér hafið heyrt, þetta er það sem ykkur er kennt. Þetta er það sem þið gerið, þetta er það sem þið kennið börnunum ykkar. Auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Og í dag, 2000 árum síðan, þá er þetta ennþá viðhorf okkar. Það sem fólk gerir okkar hlut, við höldum því gegn því og bíðum eftir því að geta notað það gegn því. Ásinn í erminu okkar. Og okkur þykir það bara eðlilegasti hlutur í heimi. Að ef einhver kemur svona fram við mig, þá má ég koma svona fram við hann. Og svo segjum við bara, what goes around, comes around. Karma, þú uppskerði eins og þú sagðir. Við erum búin að rétta þetta á 0-1. Við réttlætum viðbröð okkar, við réttlætum hegðun okkar. En síðan lesum við Jesú. Það sem hann sagði, það sem hann kendi, hvernig hann lifði sínu lífi og við sjáum eitthvað allt annað. Eitthvað allt annað. Hann segir í Lúkasar Guðspjalli, 6. kafla, versi 27 áfram. Það segir hann, en ég segi yður, hlýðið á mig. Þér sem hlustið á mig, heyrið þessi orð. Elskið óviniðar, gerið þeim gott sem hata yður. Blessið þá sem bölva yður og biðjið fyrir þeim misþyrmaður. Vá. Þarna held ég að hafa verið eins og þú getast heyrt sömn á deathgólfið. Ég held að hafi slegið dauða þögn liðið. Sláið einhver á kinnina skaltu bjóða hina
og taki einhver yfirhöfn þína, skaltu ekki varna honum að taka kyrtilinn líka. Gef þú hverjum sem biður þig, og ef einhver tekur frá þér það sem þú átt, þá skaltu ekki krefja hann það aftur. Og eins og þér viljið að aðrir menn geri við yður, svo skulu þér og þeim gjöra. Og þótt þér elski þá sem yður elska, hvaða þakkið þér fyrir það? Syndarar elska þá líka sem þá elska. Og þótt þér geri þeim gott sem yður gera gott, hvaða þakkið þér fyrir það? Syndarar gera okkið sama. Og þótt þér láni þeim sem þér vonið að muni borga, hvaða þakkið þér fyrir það? Syndarar lána einnig syndurum til þess að fá allt aftur. Nei, elskið óvinniðar og gerið gott og lánið án þess að vænta nokkurs í staðinn. Og launiðar munu vera mikil og þér verða börn hins hæsta, því að hann er góður við vanþóklata og vonda. Svo segir hann, verið miskunnsöm eins og faðir yðar er miskunnsamur. Ég ætla að segja ykkur stutta sögu úr seinni heimsstyrjöldinni. Sagan gerist í háloftunum, gerist í B-17 sprengiflugvél ameríska hersins 20. desember árið 1943. Og það var þannig að flugmaðurinn hann leit út úr flugstjórnarfélagunum, flugstjórnarklefanum, hann leit út flugstjórnarklefanum og hann fraus. Hann blikkaði augunum og leit aftur út í vonum að þetta hafi verið ímyndun. En aðstofaflugmaðurinn hans horfði út og starði á sömu hræðilegu sýnina. Guð minn góður, þetta er martröð, sagði aðstofaflugmaðurinn. Flugmaðurinn samþykkti og sagði, hann mun drepa okkur. Mennirnir þeir horfðu út gluggann og horfðu á þýska gráa Messerschmitt. Raggi, er þetta rétt? Messerschmitt, orrustuflugvél, sem sveimaði aðeins 3 fetum frá vængodinum. Orrustufvélin hafði nálgast sprengjuvélina til þess eins að skjóta hana niður. Flugmaðurinn, sem Charles Brown, hann var 21 árs gamall, sveitadrengur frá vestur Virginíu, hann var í sínu fyrsta bardagaverkefni. Þessi sprengjuflugvél sem hann flög, hún hafði verið skotin í sundur af orrustuflugmönnum og flugvélin hans var ein á lofti yfir Þýskalandi. Helmingur áhafnarinnar hafði særst, skotmaðurinn var látinn og blóð hans þakti vélbyssurnar. Það var orðið súrefnisskortur í flugvélinni og Charles Brown hafði mist meðvitund, sem var til þess að flugvélin misti hæð og komin niður í 1000 metra hæð. En þegar Charles Brown og aðstofaflugmaðurinn hans, Spencer Pinky Luke, horfðu á orrustuflugmanninn aftur, þá gerist eitthvað undarlegt. Það gerist eitthvað merkilegt. Af því að Þjóðverjinn, hann tók ekki gikkinn. Hann skaut ekki á þá. Í staðinn þá kinkaði hann kollið til Brown og það næsta sem gerðist var eitt merkasta riddaraverk sem gerðist í sögu seinni heimsstyrjaldarinnar. Þessi Þjóðverji, Franz Stigler, hann hafði verið að taka eldsneyti og skotvopn á jörðu niðri þegar hann sér þessa flugvél, þessa sprengjuflugvél, sem var aðeins í 1000 metra hæð. Og Franz Stigler, hann var fljótur að koma þessari stað og var ekki lengi að ná flugvélinni. En þegar hann nálgaðist, þá gat hann séð slasaða og óstarfshæfa áhöfn í gegnum op og rifur sem hefur myndast í flugskrokk sprengjuflugvélarinnar vegna skothríðar. Og þessi Franz myndist orða eins af yfirmönnum sínum frá því hann barðist í Norður-Afríku sem hljómuðu í hug hans.
sem voru, ef ég sé eða heyri einhver tíman af þér skjóta niður mann í fallíf, þá mun ég skjóta þig sjálfur. Og fyrir Frans var það eins og Charles Brown og áhöfnin hans væru í fallíf. Hann sá þá og gat ekki skotið á niður. Síðan fylgdi hann þeim eftir, fylgdi flugvél Browns þar til hún fór út úr þýskri lofthelgi. Staðsetti sig mjög nálægt flugvélinni svo að þýskar loftvarnasveitir myndu ekki miða á hana og skjóta hana niður. Verið miskunnsam. Og þetta minnir mig á söguna miskunnsama samverjan. Það var maður sem lagði af stað frá Jerúsalem til Jerikó og ræningjar sátu hann. Þeir réðust á hann, þeir tóku allt sem hann hafði með sér, meira þess að fötin hans. Þeir börðu hann og skildu hann eftir í götunni dauðvona. Og það voru 3 menn sem gengu framhjá. Presturinn kom fyrst, sveigði framhjá. Levitinn kom síðan, sveigði framhjá. Þeir gátu ekki verið að óhringa sig af þessum manni. Hann átti þetta örugglega skilið, ég ætla ekki að skipta mér af þessu. Síðan kom 3. maðurinn sem var samveri. Samverjar og gyðingar, þeir áttu í engum samskiptum. Þeir þoldu ekki hvor aðra, þeir litu niður á hvorn annan, jafnvel hötuðu hvorn annan. Alveg eins og Amerikanar og Þjóðverjar í seinni heimsstyrjöldinni. Og þarna lá óvinurinn í götunni, dauðvona. Eins og maður í fallíf. Samverinn hefði getað gert alveg eins og presturinn og levitinn. Hann hefði getað sveigt framhjá og bara skilað hann eftir til þess að deyja. En alveg eins og í sögunni Charles Brown og Franz Stigler, þá er það sem að gerist næst. Það sem gerist næst er eitt af merkilegasta í dæmisögum Jesú. Að samverinn kennir brjóstum hann. Hann kennir brjóstum hann. Hann gengur til hans, hann batt sár hans, hellti viðsmjöri og víni í sár hans, sett hann á asna sinn, flutt hann til gistihús og let sér and hann. Það var ekki meira sem nóg, heldur borgaði reikningi líka. Og sagði ef það er eitthvað meira sem ég skuldaði, þá borgaði þér. Næstir ég kem. Og Jesús spyr hver þessara 3 reyndist vera náungi þeim sem féll í hendur ræningjanna. Og svarið var sá sem miskunnarverki gerði. Sá sem að sýndi miskunn. Og hvað segir Jesús? Far þú og ger þið sama. Far þú og ger þið sama. Elskið óvinniðar. Gerið þeim gott sem að hata yður. Blessa þá sem að bölva yður. Og biðjið fyrir þeim sem misþyrma yður. Verið miskunnsöm eins og faðir yðar á himnum er miskunnsamur. Verið miskunnsöm. Vitið, miskunnsemi þýðir að sýna góðvild, þýðir að sýna samúð og fyrirgefningu. Miskunnsemi er ekki bara að rétta og hjálparhönd þeir sem liggur við veginn. Miskunnsemi er ekki bara að sýna góðvild og samúð. Miskunnsemi er líka að fyrirgefa. Þegar Jesús var á krossinum, þá bað hann Faðir, fyrirgef þeim því þið viti ekki hvað að gera. Og hugsa ykkur allt það sem Jesús var búinn að ganga í gegnum. Það var búið að berja hann, það var búið að rífa skegg hans, það var búið að hrækja hann, það var búið að niðurlægja hann, það var búið að húðstrykja hann, þannig að holdið hafi rifnað af.
og sást í innibli hans. Það var búið að þrýsta þyrni kórunu inn í höfuð hans. Og það var búið að krossfesta hann. Hann var eins illa farinn og kvalinn og hugsast gat. Og hann var saklaus ofan á allt. Hann hafði ekkert gert til þess að eiga þetta skilið, ekki eitt. Ekkert. Hann hefði getað sagt auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Hann hefði getað beðið, Faðir, borgaðu þeim tilbaka það sem þeir hafa gert mér. Láttu þá finna fyrir því sem þeir láta mig ganga í gegnum. En í staðinn þá biður hann, Faðir, fyrirgefðu þeim. Fyrirgefðu þeim. Og hann sýnir þeim miskunn. Hann sýnir þeim miskunn. Jesús, hann elskaði óvini sína. Jesús gerði þeim gott sem að hötuðu hann. Jesús blessaði þá sem að bölvuðu honum og bað fyrir þeim sem að misþyrmdu honum. Jesús var miskunnsamur. Ég get fullyrt að öll okkar sem að hér eru og öll ykkar sem að fylgist með á netinu hafi verið særð. Það hafi verið komið illa fram með ykkur. Það hafi verið sögð orð ykkur sem að ekki eru sönn. Einhver ykkar hafi verið lamin. Það hafi verið stolið frá ykkur. Það hafi verið niðurlægð og þið hafið upplifað sársauka. Hvernig bregðustu við? Hvernig bregðustu við? Segjum við auga fyrir auga? Tönn fyrir tönn? Eða förum við eftir orðum Jesú og erum miskunnsöm eins og Faðir okkar, Guð á himnum, er miskunnsamur við okkur? Erum við tilbúin til að sýna góðvild, sýna samúð og fyrirgefningu? Eða viljum við bara hefna okkar og sjá réttlætinu fullnægt? Erum við full af hatri? Erum við full af heift? Erum við full af reiði? Eða erum við full af miskunnsemi? Vitið, farísearnir, þeir voru tilbúinir að fyrirgefa mögulega 3 sinnum. 3 sinnum. Eftir það var ekki aftur snúið, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Og Pétur, hann kemur til Jesú og örugglega ofboðslega montinn af sjálfum sér, góður með sig, nú var hann sko miskunnsamur. Og spyr drottinn, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgerir við mig? Ekki 3 svar, 7 sinnum. Alltaf 7 sinnum. Ekki 3 svar eins og farísearnir, nei, ég er betri en þeir. 7 sinnum. Þvílík miskunn. Og fyrir okkur þá hljómar það kannski sanngjarnt, jafnvel meira en sanngjarnt. Og eftir það er auga fyrir auga. En Jesús svarar, ekki segið þið 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Miskunn hans á sér engan enda. Það er alveg sama hvað við gerum. Það er alveg sama hversu oft okkur verður á. Það er alveg sama hversu oft við brjótum gegn honum. Miskunn hans þrýtur ekki. Sálmur 100 og vers 5 segir, því að drottinn er góður, miskunn hans varir af eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Sálmur 136 er bara magnaður. Vers 1 segir, þakki drottni því að hann er góður, miskunn hans varir að eilífu. Í þessum sálmi eru 26 vers og 26 sinnum segir hann, miskunn hans varir að eilífu. Hverju einasta versi í sálmunum segir hann, miskunn hans varir að eilífu. Miskunn hans
varir af eilífu. Hann alltaf tilbúinn til að fyrirgefa okkur. Og hann segir, verð þú miskunnsamur. Verð þú miskunnsam. Eins og faðir yðar miskunnsamur. Eins og hann hefur miskunnað okkur, eigum við að miskunna öðrum. Skulum fá lofgjörðuna upp. Alveg svo faðir okkar miskunnsamur við okkur. Faðir okkar Guð á himnum. Eigum við að vera miskunnsam við aðra. Alveg svo faðir okkar á himnum fyrirgefur okkur þar sem að við gefum rangt. Þannig eigum við að fyrirgefa öðrum. Þannig eigum við að sýna öðrum miskunn. Fyrirgefning snýst ekki að samþykja það sem gert okkur hlut. Fyrirgefning snýst ekki það að afsaka það sem gert okkur hlut. En það meðvituð ákvörðun sem við tökum og við losum gremju og reiði úr hjörtum okkar. Að fyrirgefa ekki það sama og treysta. Traust þarf að vinna tilbaka og það getur tekið tíma, það getur tekið langan tíma, jafnvel vinnst það aldrei aftur. En þegar við ákveðum að fyrirgefa, þá gerir það okkur frjáls. Það gerir okkur frjáls. Þá lifum við ekki í biturleik. Við leyfum ekki reiðin að yfirtaka líf okkar. En við slöppum tökunum á því og við leyfum Guði að koma með lækningu inn í okkar kringumstæður. Og það ákvörðun sem við þurfum að taka. Þetta ákvörðun, það ekki tilfinning. Það ekki hægt að byggja á tilfinningum. Frans Stigler, hann fór ekki í loftið til þess að þyrma Charles Brown og áhöfnin hans. Hann fór í loftið til þess að skjóta á niður. Þeir voru kannski búin að skjóta niður þýskar herflugvélar, kannski vini hans. Þeir voru búin að sleppa sprengjum á þýskar borgir, kannski heimabæ hans. Og ég nokkuð viss um að það voru ekki tilfinningar sem sögðu sýndu miskunn. Það var ekki tilfinningar hans, en hann tók ákvörðun að sýna miskunn. Þegar einhver gerir eitthvað á minn hlut og ég verð sár og ég verð reiður, þá líður mér ekki þannig eins og ég vilji sýna miskunn. Mér líður ekki þannig að ég vilji fyrirgefa. En ég vel að sýna miskunn. Ég vel að fyrirgefa. Heimurinn segir, haltu í sársaukann. Leyfðu sársaukanum að móta þig. En Jesús vill leysa okkur undan sársaukanum. Sársauka fortíðarinnar, hann vill leysa okkur undan honum. Breyta hjörtum okkar gagnvart öðrum. Það ekki auðvelt, ekki alltaf auðvelt að fyrirgefa. Það ekki alltaf auðvelt að sýna þeim sem að gera okkar hlut miskunn. Það getur verið algjörlega andstæða við það sem við viljum, það sem við upplifum. Það getur verið yfirþyrmandi. Það getur verið óréttlátt. Það getur verið ómögulegt. En þegar við sýnum einhverjum óverðskuldaða fyrirgefningu, þá það miskunn. Og við þurfum ekki að fara í gegnum það ein. Heldur hann með okkur. Jesús alltaf með okkur. Jesús hann ekki að biðja okkur að gera eitthvað sem að hann hefur ekki nú þegar gert fyrir okkur. Af því að hann sýndi okkur miskunn. Og ég spyr, einhver í þínu lífi sem þú þarft að sýna miskunn? Einhver sem hefur gert eitthvað á þinn hlut? Einhver sem þú þarft að fyrirgefa? Og ég veit bara að við gefum Guði smá tíma núna. Við biðjum hann að skoða hjört okkar. Við gefum honum sársauka okkar sem við berum. Og við biðjum hann að koma inn í hjart okkar og inn í líf okkar með lækningu. Biðjum hann að hjálpa okkur
að fyrirgefa, hjálpa okkur að sýna miskunn, að hann megi leysa okkur undan því sem að heldur okkur niðri, þessum sársauka, þessari biturð, þessari reiði sem að kannski fyllir í líf okkar. Gefum honum smá tíma, beygjum höfuð okkar og leitum hann, spurjum hann, byggjum hann að sýna okkur hvar við þurfum að sýna miskunn. Skulum bara rísa á fætur. Og ef það er eitthvað í þínu hjarta sem þú vilt lyfta upp til hans, einhver sem að þú þarft að fyrirgefa, einhver sem þú þarft að sýna miskunn, þá skul ég lyfta því upp til hans. Drottinn Guð, við komum fram fyrir þig. Þú þekkir hjört okkar, Drottinn. Þú þekkir sársauka okkar. Þú þekkir reiðina, þú þekkir biturleikann sem að er í lífum okkar. Þú þekkir hvaða sár eru, Drottinn Guð, í hjörtum okkar. Þú veist hvað var gert á okkar hlut, Drottinn Guð. Og ég bið að hjálpa okkur, Drottinn Guð, að sleppa tökunum. Við biðum að hjálpa okkur að lyfta því upp til þín, Faðir. Og við viljum lyfta því upp til þín á þessari stundu, Faðir. Við viljum lyfta sársauka okkar upp til þín. Við viljum lyfta biturleika okkar upp til þín, reiði okkar upp til þín, Drottinn Guð. Og við biðum að koma með lækningu í líf okkar, Faðir. Ég biðum að lækna sárin sem í lífum okkar, læknaðu sárin sem á hjörtum okkar, Drottinn Guð, í dag. Og Faðir, hjálpaðu okkur að sýna miskunn. Hjálpaðu okkur að fyrirgefa viðkomandi, Drottinn Guð. Hjálpaðu okkur að taka fyrsta skrefi átt að fyrirgefningu. Að við getum byrjað að segja, Drottinn, hjálpaðu mér að fyrirgefa. Að við getum tekið skrefinu lengra og segja, ég fyrirgef. Við getum tekið skrefinu lengra og segja, Drottinn, blessaðu þennan aðila. Ég bið að koma með lækningu og fyrirgefningun í okkar líf, Drottinn Guð. Að við mögum vera miskunnsama eins og þú ert miskunnsama við okkur, Drottinn Guð. Að við getum fyrirgefið eins og þú fyrirgefur okkur, Drottinn Guð. Og ég bið að koma með lækningu og lausnin í okkar líf. Leys okkur, Drottinn Guð, undan því sem að þjakar okkur, Faðir. Leys okkur undan því sem að heldur okkur niðri, Drottinn Guð. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Takk, Jesús. Halleluja, Faðir. Takk, heilagi Faðir. Halleluja. Því svo elskaði Guð heiminn, þrátt fyrir okkar endalausu mistök, þrátt fyrir syndur okkar, þá elskaði hann heiminn. Og þá sendi hann son sinn Jesús til þess að deyja í okkar stað, fyrir okkur. Þrátt fyrir að ættum ekki skilið hans fyrirgefningu, þrátt fyrir að ættum ekki skilið hans kærleika, hans miskunn, þá elskaði hann okkur. Og það segir að allir þeir sem að trúa á nafni Jesú fá ótakmarkaða miskunn og náð. Rómarbréfið 8. kapli og vers 35 segir: hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Hver mun gera okkur viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það? Mun þrenging geta það? Ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Svo segir í versi 38: því að ég er þess fullviss. Því að ég er þess fullviss, hvorki dauðin er líf, englarnir tignir, hvorki yfirstandandi neðið ókomna,
hvorki kraftar, hæðinni dýftni okkur annað sem nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú, drottni vorum. Það er ekkert í þessum heimi, ekkert sem getur gert okkur viðskila við kærleika Guðs af því að miskunn hans varir að eilífu. Þegar Jesús var krossfestur þá voru 2 aðrir menn krossfestir með honum. Segir í Lúkas að Guðspjalli 23. kafla, vers 32. Með Jesú voru færðir til lífláts aðrir 2 sem voru illvirkjar. 2 aðrir illvirkjar voru færðir til lífláts. Það verið að taka þá af lífi. Og segir annar þeirra illvirkja sem krossfestir voru, hætti hann og sagði: Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. En hinn áveitaði hann og sagði: Hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þó undir sama dómi? Við erum það með réttu og fáum maklu gjöld fyrir gerðir okkar. En þessi hefur ekkert illt aðhafst. Þá sagði hann: Jesús, minnst þú mín þegar þú kemur í ríkið þitt. Og Jesús sagði við hann: Sannarlega segi ég þér, í dag skaltu vera með mér í paradís. Þessi maður, hann átti að skilið að hanga á krossinum. Hann sagði það sjálfur: Ég er hér með réttu. Ég fæ maklegu gjöld fyrir það sem ég hef gert. Hann hefði unnið sér inn þessa refsingu að vera færður til lífláts. Það sem hann hefði gert kostaði hann lífið. En hann segir við Jesú: Minnstu mín. Minnstu mín þegar þú kemur í þitt ríki. Hann sneri sér til Jesú á þessari stundu. Og Jesú segir: Í dag skaltu vera með mér í paradís. Miskunn. Jesú sýnur honum miskunn. Leið og hann snýr sig til hans, þá sýnar hann miskunn. Veistu, það skiptir ekki máli hvað þú hefur gert í lífinu. Ef þú snýrir til Jesú, þá sýnar hann þig miskunn. Hann fyrirgefur þér allt að ranga sem þú hefur gert. Allt að ranga sem þú hefur gert í lífinu, af því að hann elskar þig. Það er ekkert sem getur gert þig viðskila við kærleika hans. Ekkert. Hann elskar þig alveg sama hvað þú hefur gert, alveg sama hvað þú hefur gengið á í lífinu. Þá elskar hann þig. En hann þröngvar sér ekki inn í lífið þitt. Þú verður að snúa þig til hans. Sjáðu, það voru 2 illvirkjar á krossinum. Þeir áttu jafn mikið skilið að hanga á krossi. Þeir áttu báðir skilið dauðarefsingu. En Jesús sagði bara við annar þeirra: Í dag skaltu vera með mér í paradís. Sjáu, þeir voru í sömu aðstæðum, báðir 2. En á meðan annar þeirra hættist að Jesú, þá sneri hinn sig til Jesú og sagði: Minnstu mín. Og það er í þínum höndum í dag. Það er þitt að ákveða fyrir þitt líf. Viltu snúa þig til Jesú eða ekki? En ef þú snýrð þig til hans, þá sýnar hann þig miskunn. Hann fyrirgefur þér allt að ranga sem þú hefur gert. Og segir við þig: Þú skalt vera með mér í paradís. Og ég vil gefa þér tækifæri í dag til að snúa þig til Jesú. Snúa þig til hans. Rómverjabréfið 10. kafli og vers 9 segir: Ef þú játar með munniðinum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum, verður þú hólpinn. Og það er það sem við þurfum að gera. Að játa að Jesús er drottinn og trúa á hann. Og það er ákvörðun sem við tökum, að trúa. Jóhannes 3:16 segir: Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur á eilíft líf. Þetta snýst að trúa á Jesú, trúa á hans nafn. Og ég vil fá að biðja með þér stutta bæn í dag. Ef þú vilt taka þetta skref, opna hjartað þitt fyrir honum, opna lífið þitt fyrir honum, taka móti honum inn í þitt líf, gera hann að frelsaræðinum, gera hann að leiðtoga lífsins. Við skulum bara rísa á fætur og við skulum biðja þetta saman.
Og ég hveti til að gera þessa bæn að þinni bæn í dag. Taka þessa ákvörðun í dag, taka þetta skref í dag að fylgja honum. Segja já við hann, opna hjartað fyrir honum, opna lífið fyrir honum. Við segjum Drottinn Jesús, ég vil opna dyr mínar að hjarta mínu fyrir þér. Það skiptir ekki máli hvað ég hef sagt eða hvað ég hef gert. Þú heldur því ekki gegn mér. Heldur elskar á mig af því að þú ert miskunnsamur Guð. Þú dóst fyrir mína syndir. Allt það ranga sem ég hef gert og fyrirgefa mér. Ég bið að taka á móti mér eins og ég er og ég bið að koma inn í líf mitt. Jesús, ég játa með munni mínum að þú ert Drottinn og ég trúi í hjarta mínu að Guð hafi vakið þig upp frá dauðum og þú lifir í dag. Jesús, ég vil fylgja þér allt mitt líf. Í Jesú nafni. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Þetta er besta bæn sem við getum beðið. Hugsa ykkur að Guð miskunnar okkur. Sýnir okkur miskunn fyrir allt það sem við hefum gert. Allt það ranga sem við hefum gert. Þá hefur við skilið refsinguna sem að illvirkinn á krossinum átti skilið. En af því að Guð er miskunnsamur þá tók hann syndir okkur á sig á krossinum og gefur okkur eilíft líf. Halleluja. Þannig að þetta er besta ákvörðun sem við getum tekið að taka á móti miskunnarverki Jesú. Halleluja. Halleluja. Við ætlum að lofa Guð í einu lagi áður en við ljúkum stundinni og förum inn í Kaffi Paradís og fáum okkur kaffi og eigum samfélag saman. En ef það er eitthvað sem að þú ert að berjast við í dag og vilt fá fyrirbæn, þá byggjum að koma fram að við viljum biðja með þér. Við stöndum með þér í bæn, við stöndum með þér í trú ef að Guð mæti þér og kom með kraftaverkinu þína kringumstæður. Kom með bænasvar inn í þína kringumstæður. Amen. Þannig að meðan við lofum Guð í einu lagi, ef þú vilt fá fyrirbæn, komdu fram, annars lítum við stundinni. Og erum svo aftur hér næsta sunnudag klukkan 12 og þá er Guð með eitthvað nýtt handa okkur. Nýtt orð, nýja blessun, því að hann þráir að taka okkur frá dýr til dýrar. Amen. Guð blessi ykkur. Allt það sem ég þrái er að heyra þig. Guð af öllu hjarta ég tigna þig. Guð af öllum mætti ég tilbið þig. Allt það sem ég þrái er frá þér. Guð, mitt hjarta er þig, mín sála er þig. Guð, allt mitt líf er þig. Drottinn, hvar sem ég fer, einnig hvar sem ég